Komið þið sæl og verið öll hjartanlega velkomin á þennan íbúafund. Það var Einar í Garassi sem nemandi við tónlistarskólann hér í Vestmannaeyjum sem lék lög eftir Schumann og Mozart og við þökkum honum kærlega fyrir. Gefum honum hand. Við bjóðum Ólaf Elíasson sérstaklega velkomin fyrir okkur á þennan fund. Það hafa margir beðið með allnokkurri eftirvæntingu allnokkurt skeið eftir því að þessi kynning yrði haldin og nú er komið að þessu. Fundurinn má segja að verði tvískiptur. Ólafur kemur til með að lýsa þessu listaverki, hugmyndin á bakvið það, hugmyndafræðinni, hugsuninni og sögu þess og hvernig þetta kemur til með að líta út í grófum dráttum. Hér við á pallborðinu verður líka Þráinn Hauksson sem á að vera hér í salnum. Gjörðu svo vel, ef þú viltu taka sæti bara hjá okkur, hliðina á Ólafi. Og ég fer svo nánar yfir fyrirkomulagi hér á fyrirspurnum á eftir, en við skulum bara bjóða Ólaf velkominn þar sem hann lýsir fyrir okkur þessu listaverki. Þá að vera komin loksins. Takk fyrir þessi mikið fólk hérna, ég hýsa framhald. Takk fyrir komuna öllum. Eins og þið heyrið þá ég ætla að reyna að gera þetta á íslensku. Það er alltaf betra þegar ég er búinn að vera í viku á landið, þá er skána málum aðeins. Ég myndi kannski örugglega svissa yfir á enskuna pínlítið. Ég ætla að taka pennuna. Reynum þetta bara þannig. Svo fyrst er ég til hamingju með afmælið hérna gósið. Má byrja að segja það. Það var komið eitt ár síðan. Við erum búin að vera nokkra ár í þessu. Ég var boðinn hérna. Reynum að drífa okkur. Vera á réttum tíma, svo við erum svolítið seinir að því að afmælið er alltaf að vera búið, að við erum alltaf að koma þetta á stað. Og ég er mjög fein að vera svolítið fá að vera svolítið lengi að þessu. Það er alltaf einhvað aðeins að breytast, að vera betra og vera skána. Ég hef haft góðum viðskipti með fólk í mismunandi hlutir. Og þið heyrið það á eftir. Við skulum byrja hérna. Ég þekki náttúrulega þessi. Þetta er í dag. Gamla daga og í dag. Það er ég sem stendur þarna, það sem flakkarinn af leiðina niður í höfn og við líta á gósið. Og þetta er svona fyrsta myndina sem ég teiknaði. En það séð alveg nákvæmlega eins. Svona. Allavega það er tvær hlutir, eins og ég sé, það er eitt upp vinstra megin myndin og svo er annað sem er göngustígur á fjöllu sjálf. Byrjum með kúluna, þessi hérna. Þetta er stálkúlan, hvað kallar það? Eðalstál. Það er ryðfríst stál hérna. Já. Í artísku er þetta ílstál. Það er eðalstál sem er burstað og það skorið akkurat tvisvar. Eitt stærri gatið sem er innganguna og eitt minni gatið sem er akkurat að benda alveg nákvæmlega á suður. Þetta er alveg eins og áttavita. Það opnuna er í norður og gatið stóra er í suður. Það lítur svona út, þetta er gatið og þetta er bara stálkúla sem er svona síkt stál. Kúlan er búið til með það að mann síður hana saman, það er svolítið gaman að þessu, mann síður hana saman úr jafn plötur og svo er það sett niður í vatn, með vatn inn í kúlan og svo sett pressaða vatn inn í kúlan og hérna, þannig verður þetta kúla. Það er eins og fótbolta eiginlega. Það er gert, það er venjulega gert fyrir breweries. Þetta var eitt orð.
Sjá, kúlan svona eins og ég sagði, suður og norður og þetta hérna mynd á hvernig sólin fer upp og niður. Það efst í myndina með lengsta daginn, lengsta dagana á árið. Neðst í myndina styttasti daginn, svo þetta allar sóla, hérna smá leysar á þessi, já, svo sólin fer hérna upp í austurvenlegt og þess að vetra til þá fer hún sólin bara upp hérna og niður hérna. Á sumrin eins og það viti þá fer hún upp næstu því í norður og alla stóra hringjuna hérna. Sko sjá, það gosið fór á stað 23. janúar og akkurat 23. janúar var sólina hérna, akkurat í söður á daginn. Gosið náttúrulega byrjaði ekki að mjög dag, en þetta klukkan 1 að 23. janúar. Vel framir. Og svo hætti, svo lokaði gosið. Segja ekki, þetta röglega 3. júlí. Svo 3. júlí fer sólin upp hérna og hún fer niður hérna. Svo þessi 2 daga frá gósið byrjaði og frá gósið endast hérna teiknað inn á og þess vegna þessi göt hérna, þið séu myndina, hérna. Þetta klukkustund akkurat þegar sólin að hreyfast á 3. júlí. Síðasta daginn gósið þar sem fólkið á hérna sagði við erum búin núna að vinna í þessi baráttu með náttúruna. Þá 3. júlí var sagt við höfum unnið. Þess var það svolítið sérst merkilega dagur. Svo við svona hérna búin að teikna hérna inn á og eins og ég sagði stóra gati hérna sem eins og glugga. Það ekkert gler eða neitt. Man stendur í smá skjóli inn í þessu kúla. Inn í kúlan sem vonandi náttúrulega eins og þetta það ágætt að fá í smá skjól. Fyrsta tilraunir var eða smá þak, bara nokkra stytt svona súlur. Núna þetta vonandi meira í skjóli og mann kíkur akkurat á sunnanátt. Þetta getur séð þetta mynd á gólfið inni og gólfið fyrir utan alveg eins. Hérna starfina. Það smart skrifið hérna. Það var heimlega mín. Já, sér það svona. Næstu því 5 metra breið og 6,5 metra á lengd. Gjör svona. Það myndi standa hérna akkurat. Ekki alveg heila hluta. Þessi stóla hlut, þennan stóla hópur. Í stað. Þetta ekki mjög stórt, þetta ekki mjög lítið. Þegar við erum komin inn í kúluna, það lítur akkurat hérna. Núna náttúrulega sýnt 23. janúar, akkurat klukkan 13, klukkan 1 tíma eftir 1. Þegar sólin hæst á himina. Eins og vitið var náttúrulega fjöllið hérna, það fór hérna upp og hérna niður, svona. Og þegar gosið kom og flakkarinn fór á stað frá þessi part hérna, nokkur neginn þessi lína hérna, þá misti fjöllin efri hluta fjöllin og allt í einu gaf sólin skínt hérna á sama daginn sem gosið fór á stað. Svo ef við stendum hérna inn í kúluna á daginn sem gosið fór á stað, þá sést akkurat í sólina yfir hérna borðið. Svo náttúrulega stóri hringin klukkan og svo hérna hringur sem alveg nákvæmlega hringlótt, en náttúrulega ekki hérna upp í en hérna. Og það seinni partinn af hlutinu. Sko ef við teiknum, til að fara hérna aftur, ef við teiknum á hérna á fjöllum
og hérna, þessi hring, og myndi þá mála hringinn á fjöllið. Þá myndi hringinn að líta út svona. Og við erum alltaf, byrjum hérna, niður og upp. Og svo þarna efri hlutinn á fjöllið er núna sko gönguleið eins og það og það ég hefur reynd að skilja þetta aftur þegar maður stendur hérna, þetta er kúluna, stafkúluna, paviljón, hvað kallar maður þetta gæt? Paviljón. Hvað íslensk orðið fyrir paviljón? Ég ætla kúlan á þessu bara. Já, kúlan. Sko, ef maður stendur hérna inn í kúluna, lítur á akkurát á fjöllið og það þarf náttúrulega ekki endilega að vera á þessi degi, þá sér maður þessi hring sem svona rúmlega það sem fór á stað á fjöllið og við stendum núna á leiðina sem flakkarinn fór niður í móti höfnin og til þess að gera þessi teikning héðan þá göngustíginn svona. Alla hringin er svona 1200 metra lang. Það tekur kannski svona 20, ef maður smá hressaður svona 20-25 mínútur, 30-35 mínútur. Það er það sem hann akkurat þarf að þjálfa á dag. Ef maður það er sagt, það er góða gönguferð. Þegar hann reyndi af sig og hérna, það er ekki stutt, þetta er ekki heldur langt og svona lítur þetta út. Þetta er náttúrulega allt gert á tölvu, sko, þetta er svona eins við sagt ég. Hérna við erum búin að vinna með landform svolítið lengi í að sjá til hvernig við erum komið fólk yfir þetta landslag, á þess að skemma landslaðið, búin að nákvæmlega mæla það er einhver staðar ómikið, sko, þetta er ómikið upp til þess að við getum verið að velja tröppu, erum við innan fyrir það sem reglur tröppu. Hérna. Ég skal koma aftur tilbaka til þessi myndir þegar þið hefum spurningar. Og þá erum við búin að líta inn í hvaða tegund af mali og hraun og hvað er stabílt eða laust. Þetta er einn helmingina og þetta er heilhelmingina. Náttúrulega rannsókn getur skipt nákvæmlega hvernig tekníkilega það er, en það er ekkert steypt með áfram, þetta er ekki grafað upp eða steypt, það er bara sett niður í punktar og þetta hefur verið gert áður út á Snæfellsnes eitthvað yfirfærstur Sandholt Saxholt og ég fannst þetta svolítið sniðugt af því það fór vel inn í og það var líka gróður undir treppuna svolítið og svo er þetta ekki heldur hérna, veitum það er ekki heilt, hvað kallar maður þetta, það er ekki steypt undir þessu, það stendur á spikes, neglar og þannig er þetta, sko segja eftir svona 100 ár eða 500 ár við viljum endurnýja, ekki taka þetta með það endurnýja, þá er þetta hægt að setja þetta aftur upp án þess að það er mikla skemmtir á náttúruna. Það er náttúrulega svolítið það sem við ætlum að ræða líka í dag. En hérna séð þið svolítið hvernig það lítur út. Mér finnst gaman að það er smá dramatískt. En svo mér samt á þessu örugur gönguleið. Það ég kom fyrsta skipti sem ég kom til þess að skoða þetta var það ennþá smá betur. Og það er svo mikið rók. Að ég eiginlega fauk sko frá fauk hérna niður í fjallin það kom nú fyrir að sjá mig og svo hringdi ég í assistenti minn og ég bara spurði þeir trúðu mig ekki það er mínu það sko málið að ég náttúrulega sagt svolítið núna hvaða hugmyndir bakverðar en þetta svona þessi tvær hluti sem ég hef búin að segja sem sko hafa hérna sko, eitt dagatalið, eitt hver fór hvað fyrir og þetta nokkur neginn þetta tíma, það einhvern veginn byrjun
janúar, það loka gosið í júlí. Það þessi fræga saga hvernig flakkarinn fór í móti höfnina eins og þið viti og hvað það var mikið merkilegt þessi baráttu með náttúruna sem er náttúrulega erfitt fyrir fólk að skila, sérstaklega ef hann kemur frá útlöndum eða frá erlendis frá og sem þekkir kannski lítið til gos og hvað er mikið kraftur. Og ég hef unnið mikið með hvað náttúruna fyrir manni sem kannski meira þekktur með náttúruna í gegnum myndir og kvikmyndir og ljósmyndir og blaðamyndir og svona, en mér aldrei farið labbaði gegn náttúruna. Ég sjálfur ég ólst upp í Hallbyrninga í Danmörku og líka á Hellu, á Geitasandi á Hellu og það bjó pabbi minn sem var út að sjó mest. En þegar ég voru yngri þá vorum við alltaf upp á hálendinu í fjallgöngum og það var mikilvægt fyrir mér að kynnast ekki náttúrulega bara náttúruna en kynnast það að taka tíma, hafa tíma og eiga tíma til að kynna það rými sem mann að labba í gegn þegar við erum út í náttúruna. God, it's so difficult in Icelandic. Það náttúrulega að reyna að skilja það. Og það sem ég meina með það hérna á Íslandi náttúrulega svolítið sérstakt, skulum segja, það engin tré, það engin beljur, það ekki upp í fjöllum, það ekki engin vegir, það ekki lest sem mann sér eins og í Svisslandi, hæstur upp í fjöllum í Svisslandi, þá einhverjum smá lest alltaf einhver stað. Það alltaf einhver sem gefur af sér stærðina, the scale af öllum. Og þegar mann kíkur þess að sjá, mann sér hvað beljunar lillir. Það örugglega svo langt í burtu. Og hérna á Íslandi, þeir náttúrulega kannski þannig blindi í það sér það ekki. Það sem sérstaklega hérna þegar maður að kíkja á fjöllum og svo sér maður svona, hvað það þetta 2 klukkutíma eða þetta 20 klukkutíma? Og svona reyna að sjá og allt í sér maður smá kynntur þetta, já, sjá, þetta örugglega svona langt. Það er foss, maður sér foss upp í fjöll og fossinn hann dettur svo hægt og svona niður. Og það vá, þetta stórt fjöll, mann sér á fossinn hvað fjallið langt í burtu. Skilur það? Svo það sem að eiga tíman með því að vera með náttúruna svolítið sérstaklega sem ég kynntist þegar ég ólst upp í hluta til hérna á landið. Svo þannig kom hugmyndin að hvernig getum við gert einhver minningar einhver sem skeð sem hefur með tímabil að gera en hvernig getum við líka upplifa það sem tíma. Og þess að kom ég með þessu hugmynd, við skulum labba það sem við sér. Sko göngu, þessi hálftíma göngu, akkurat þessi hring sem hann sér. Að því við vitum það að minningar, það mikið sterkari ef það minningar í skrokkina, in the body. Þegar við hefum minningar sem svona upplifað í tíma með að gera einhver sjálf, með að labba einhver sjálf, í staðan fyrir að vera hluta postkorti sem alltaf tímalaust, það bara mynd af einhver. Skal segja þess að Seljalandsfoss líka svo sérstaklega, þegar mann fer bakvið, það flott og svona, en það gönguna sjálf, hún svo stutt á henni. Það er bara að reyna að vera ekki blöð og svona, en það sem hugmyndina hérna að hafa nóga tíma til þess að fara þessi smá gönguferð. Þess vegna náttúrulega oft gert í spurningar trúaðamál, the mission of walks, þegar mann labba í fjöll, í Spáni eða þess að veitir þá mann kynnist sjálfan sér með því að fara í gegn náttúruna yfir tíma. Skilja það? Að því við erum svo oft, og sérstaklega í túristamálu, þá erum við svo oft í það að það allt
koma niður í sjónum eða spektakel. Það allt orðið, sko, ég ætla að fara að taka mynd. Stendum alltaf á bara kjölum, fyrir allar út úr bíli. Þarf ég að fara út úr bíl núna. En náttúrulega allt innan þegar maður er komin út á í smá göngutúr. Það er alltaf best hjá Gullfoss að fara alveg út. Það er ekki að vera að standa út, það er flott að standa alveg út á enda líka. Og þegar ég var lítill, það var ekkert, sko, engin grind eða neitt. Alveg hriðarlegt. En það var leiðina út og leiðina tilbaka sem að muna svo mikið. Þess var ég að segja að við erum að reyna að koma hérna upp með einhvað sem er ekki tímalaust. Nei, það er tímans saga. Og sagan hvað kom fyrir hérna fyrir 50 ára síðan, 51, 2 ára síðan, sagan það er náttúrulega saga hvað var mikið baráttur yfir tíma. Og það er ekki bara hugmynd, sko, það er ekki bara konsept. Það er rýmismál og rými sem maður er í. Ég er ekki að reyna að gera þetta mjög heimspekilegt eða neitt annilega, en ég er að reyna að segja frá að ég er líka að hugsa hvað er framtíðina að upplifa náttúruna. Og ég er náttúrulega vonast í að komast inn í tengingar með náttúruna sem að upplifa með skrokkinn, skrokk. Það er líka mann. Sko, og minningarna með því að taka minningarna með sér líkamanni er bara öðruvísi heldur að vera alltaf bara í upplifuna í gegn augan og hausinn án að vera með líkamanni. Og baráttuna fyrir 50 ára síðan var ekki konsept. Þetta var náttúrulega líkamann mikill, mikið kamp, mikið baráttur. Ég las þegar ég var nýúr listaskólan Dámsku, þá las ég þetta essay sem hann ameríski skrifaði. Hvað hérna aftur? Hvað var þetta nefnilega? Williams. Veistu það? Það er eitt þetta what was it called, Matthew? Men Against Volcano. Já, ég hlýtur að þekka þetta. Það er frægur grein sem Amerikani skrifaði hvernig þetta stóð fyrir. Það var alveg frábær. Ég segi ekki frá þess. En svo náttúrulega, núna líka það er eins og þetta hefur alltaf verið mikil fyrir mér. Þetta er náttúrulega mikil mál fyrir mér að vera í náttúra tengsl og vinna með náttúruna og vinna með hvernig færi við hugmyndir náttúruna inn til fólk sem er minni með náttúruna að gera og hvernig er kynnt the climate crisis, klímakrísa, hvernig er kynnt það svo þetta virkar. Við erum alltaf að lesa þetta á hverju degi og sér þetta sjónvarpið og heyrir þetta. En það er sjaldan sem við erum með þetta í líkamanni, ennþá. Þess að þið vitið, það var að tala núna að kannski er golfstraumina, þess að hitta vatn sem fyrir hérna, fyrir utan eiguna. Það byrjaði að pæla með, hún að hægt að ekki hægt að, hvað kemur fyrir hún hægtir? Það myndi hitamælinn fara 30 gráður niður á vetrartíð. Þetta er ótrúlegt. Sko maður ekki fara í það, en það sem er svo að kynna náttúruna einhverjum hefur mikið að gera með hvernig getur maður kynnt það svo fólk finnst sér tengt með því. Þess vegna hefur ég unnið mikið með hvað getur við gert svo það er upplifan sem mann finnst mann einhvern veginn finnur ræturna sína í jörðina og veistna er náttúrulega bara hlut af jörðina í sjálf sér og svo hvernig ferum við að gang í móti þessi short time tourism þetta stuttarferð hvernig við næri
ná í fólk sem fer meira inn í náttúruna. Þess vegna þarf að hafa gönguleiðir sem ekki sjálfsorganiserað, eins og það núna margir leiðir hérna austur, vestur, upp og niður og yfir og svona. Reyna að koma eina gönguleið, einn aðaleiðina fyrir og laga allir hlínir, loka það niður, svo fólk allir sem líka meira tryggður af því vonandi þetta þannig að fólk fer ekki út fyrir hérna, ekki nema Íslendingar og svona þetta þá orðið áðan missionary, ég meinti pilgrim. Þegar fólk pilgrim alltaf í gönguferð, það ekki pilgrim þannig, en þannig sögur oft sagt öðruvísi heldur en bara að lesa þetta í bækur og í blöðin. Já, og þannig hefur verið að vona af því að þessi hugmynd hvaða baráttu var þetta fyrir 50 ár síðan, hvað þýðir þetta eiginlega, hvaða eldgos var þetta, hvað var þetta stórt, að labba í kringi og fara upp á fjallið, og sérstaklega að standa upp á fjallið og þá náttúrulega sér mann alveg niður í flakkarinn sem var niður í höfn, þessi 2 litla hólar og þessu saga náttúrulega alveg ótrúlega og svolítið erfitt að skilja. Ég held þegar mann í Ísakúlu og skoða hann fer síðan upp lögguleiðina eða fyrst lögguleiðina og síðan niður í kúluna og sér þú hefur labbað hérna akkurat þessi hring, akkurat söður, akkurat á daginn sem gosið byrja og akkurat í þessu hring sem gosið endar. Þá einhvern veginn kemur þetta alls svolítið saman með því að setja upplifuna niður í göngus hraða, gönguhraða. Hvernig ég á tímanum svona? Þú bara fínt á að því, við skulum reyna að halda þetta hérna, því ég náttúrulega rætt í alls konar áttir. Já, bara ágætt að taka nokkrar spurningar hérna. Ég er náttúrulega feginn að fá, ég verð að segja það, ég er náttúrulega feginn að fá að koma að heyra líka þess skulum ekki, núna stundin til þess að láta ykkar hugsun að heyrast. Það hafði ekki afhyggjur hvað hinir að segja. Það sagði eins og þeir, þetta ykkar land og ykkar eyja, ykkar framtíð. Svo það hafði ekki afhyggjur með því að rösta, öskja, nei, þetta ekki, ekki verið öskja. Það hafði ekki afhyggjur með að segja það sem ég hef gert. Okay? Takk fyrir. Við þökkum Ólafi kærlega fyrir þessa áhugaverðu yfirferð það sem býr að baki, hugsunarna sem býr að baki og hvernig þetta mun líta allt saman út. Við ætlum að hafa þannig fyrirkomulag og nú sestur líka Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt frá landslagi og við skulum hafa þetta fyrirkomulag þannig að það verða teknar spurningar, kannski 3 í einu eða svo, út í sal og það eru manneskjur með mikrofóna hérna sem koma til þeirra sem biðja orðið, biðja fólk að kynna sig. Við skulum hafa þetta vegna þess að þetta fjallar hér listaverki sjálft, þetta fjallar umhverfisáhrifin, þetta fjallar göngustíginn, þetta fjallar afturkræfni og þetta fjallar sem sagt þetta verkefni sem hér til umræðu. Þær spurningar sem lúta kannski að bæjarpólitíkinni í þessu og fjármálunum, þær verða teknar niður og svo svara ég þeim bara hér á einu bretti síðast. En við skulum einbeita okkur hérna fyrst að því sem snýr að listaverkinu og náttúrunni. Og nú orðið bara laust. Ekki vera feiminn, þið heyrðuð Ólaf hvet ykkur til að segja bara nákvæmlega það sem ykkur finnst og spurja það sem þið viljið. Óskaplegur orðið.
Arnar, gjörðu svo vel. Byrja að þakka Ólafi fyrir að þessa ágæta upphaf þér á þessum fundi. Ég finnst að spyrja með eina spurningu. Hvað var þess valdandi, Ólafur, að þú leggur svo mikla áherslu í tilurð og ógnir flakkarans í gosinu, sem að vísu munaði minnstu að lokaði höfninni tímabundi, og í kringum þetta verk þá ég vekkit á móti því að þetta sé hugsunin í þessu, en hvað var þess valdandi og heillaði þig þessi sérstaka ógnun sem tilurð flakkarans í lok febrúar 73 og sigling hans til hafnar verður á svona stóru hlutverki í listaverki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eigum við að bæta við, hafa fleiri beðið orðið í fyrstu lotu. Gjör svo vel, Stefán. Já, Stefán heiti ég. Ég vil langar að spyrja landslagsarkitektinn í sambandi við þessa hringi í kringum Eldvelli. Það hérna, nú þetta á náttúruminjaskrá, Eldvelli. Ekki einhver takmark við því hvað má gera og ekki gera? Bara í lagi að komi bara listamaður, hefur áhuga á að setja upp listaverk, og þá verður bara allt í lagi að setja þá upp göngustíga jafnvel á svæði sem er jafnvel friðlýst og líka í umhverfisvernd á þessu líka. Og mér finnst svolítið spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta þróast. Það er nú búið að kynna þetta og þetta er mjög vel kynnt í Fundagerðarbæjarins og ég er búinn að lesa þetta töluvert mikið fram og tilbaka og ég sé það að þetta er svolítið mál að gera, að breyta þessu. Þetta er verndarsvæði. En það getur verið að það sé hægt að gera þetta á myndarlegan hátt. Ég ætla ekki að dæma það. En mér finnst ágætt að svona í fyrstu sýninu er ég bara að sjá þetta í fyrsta skipti og mér finnst þetta svolítið spennandi að sjá hana. En það er kannski spurning hvort að Eldvelli sjálft verður þetta mikið raski. En ég er sammála Ólafi að það verður örugglega Íslendingar sem labba fyrir utan göngustíg. Það er bara annar það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Stefán. Taka eina spurningu enn. Ef einhver eftir reyður, Gísli. Já, komið sæl, Gísli Stefánsson, það er fulltrúi. Ég bara langar aðeins að bæta við þetta sem Stebbi var að nefna þetta áðan. Ég hef náttúrulega áhyggjur af sérstaklega varðandi göngustíginn og þá austasta hlutann á fjallinu. Það er ansi þverhnípt og ég velti bara fyrir mér beinir þessu kannski til landslagsarkitektsins hvernig hann sér fyrir sér að koma fyrir göngustíg þar í þessu þverhnípi sem er þar raun og veru. Þið sjáum þið það bara á myndinni eitthvað. Án þess að það verði einhvers konar rask. Takk. Takk fyrir þetta og þá held ég við ættum bara að svara þessu. Ólafur, eða þú myndir fyrst líka svara þessu fyrstu spurningunni sem sneri að flakkaranum. Já. Svo þegar ég heyrði afmælið og ég byrjaði að tala og ég var boðið þá náttúrulega fór ég að skoða hvernig eldgosið var. Ég var 4 ára gamall og jólin eftir það aftur fékk ég hérna lítil ferkantaði bók sem hér Gosi í Eyjum. Það var ljósmyndina. Það var kirkjuna þetta á framstöðan. Það var bara 75, 1-2 ára eftir. Og þá var ég 7, ég akkurat byrjaði skólanum þá. Og ég man eftir bókina og það var, sá ég hvað í bókina var hvað sprautað, þetta er water cannons, sprautað á þetta. Svo einhvern veginn þegar ég fékk boðið þá var flakkarinn eða þessi baráttur. Ég hef haldið þannig að hugsa meira hvað það var mikið höfnina og hvernig ástandar lókast og svona. En þegar ég fór að
fór að skoða þetta meira og fór að tala með fólki úti þetta, þá náttúrulega mörg staðir í heiminn eldgos og mörg staðir eldgos sem mikill erfiðleikir og mikið náttúrulega vandi og eldgosin kraftmikill og þannig og þetta var ég ætla ekki að segja að þetta var lítið gos en það var náttúrulega, ég þurfti að finna einhvað sem var sérstaklega íslenskt líka við þetta og hvað var meira íslensk en hugmyndur að við skulum bara reyna að sprauta vatn á einhvern veginn að taka bara hugmyndur að reyna að stoppa með vatni og þegar ég fór að tala það þá fór að segja nei, það getur ekki verið en svo fann ég þessi grein gamli aftur sem var alveg frábær og svo var náttúrulega mikið hvað þetta var alls ekki auðvilt alltaf með vatnið í byrjun bara var það ekki neitt hvað maður gerði með vatnið en svo einhvern veginn tegið tósta og svona svo það var kannski meira hvað kallar maður þetta the relationship between nature and people the way that people had to fight nature þessi baráttur sem kannski ekki bara hérna á Vestmannaeyjum en líka bara saga Íslands það er alltaf einhvern veginn búin að vera þessi baráttu og það var sérstaklega Íslands og þegar mann sér á gosin öðru stöðu í heiminum það er kannski minni ég meina það er sko ekki að segja þeir ekki eins góð eins Íslendingar eða jú, segir það alltaf en þegar ég svo vitist að svo var það svolítið sérstakt að hérna hann var kallað flakkarinn svolítið gaman líka hann gefur persónlegt nafn þess að allt fjöll hérna alltaf það var eins og persón eins og allir staðir hefur nöfn og alltaf einhvað tengt með einhverju stað og svona það var sérstaklega Íslands svo til þess að koma að hugmynd sem getur verið saga á næsta bæ eins og hann segir koma hugmynd sem já, fórst út í Vestmannaeyjum ég labbaði þetta með þessar flakkar já, þetta var ótrúlegt það var alveg bara þeir reyndu að stoppa gosið með vatni og þessi saga það hefur svolítið það er svolítið hvað sem ég segja þetta er svona ekta saga þetta er ekki svo auðvilt, og það er ekki, mann heyrir bara aldrei neitt slíkt eins og þannig. Og það er svolítið sérstætt. Og þannig fannst mér þessi sögum að þeir bara hluta fjöllin bara fór í burt. Og náttúrulega listaverkið náttúrulega snýst ekki þannilega á það sem er eftir flakkan niður í Viðhöfnin. Og að hugsa það líka. Hún snýst á eldfjöllu sjálf sem var náttúrulega eldfjöll áður líka fyrir hvað líka og þess að saga að fjöllið náttúrulega einhvern datt niður sólinn kom síðan í gegn akkurat vonandi við erum búin að reikna þetta svo líka vonandi þess að þurfa að grafa kannski aðeins þetta var og þannig var þetta fólk sem það er að segja sögu sem fólk þegar þeir kemur og fer heimastað sem segir wow, þetta var sérstaklega sögu þetta var minningalegt því það er náttúrulega gos út af Nes út af Reykjanes slega gos og það er sko ekki ræða það núna en það er bara þið séu hvað þeir hljóðið að koma stóra vegg maður er heil lengi að koma smá veggur frá Suðurlandi svo kemur góð svona stórt vegg kringi Bláalónum og það er alveg ótrúlegt þannig en fyrir Íslendingar er þetta svona já en þess vegna finnst mér söguna flakkarinn sem er ekki svona aðal söguna það er kannski það verður að vera eitthvað sem fólkið skilur alveg snöggvast og það er meira sögur fólkið á eyjuna heldur náttúruna það fjallar fyrir að stað þannig að það fjallar fyrir alltaf að stað þegar góð sögur en hugmyndir einhverju hefur þessu hugmyndir að byrja að fara í móti
eldgosið. Þetta frábær saga. Takk fyrir þetta. Þráinn, ef þú myndir vilja koma inn á þessi atriði sem voru nefnd sem snúa að eiginlega náttúrupartinu, náttúruverndinu og hvað séum þú samlega að skemma eða gera. Það komið sæl og bara takk fyrir að vera hérna í dag í þessum góða félagskap. Ég ætla kannski aðeins að segja allt hverju ég hérna í þessum hópi. Ég á landslagi verið til ráðgjafar við teymi Stúdíó Ólafs Elíassonar og við Vestmannaeyjabæ í tengslu við þessar hugmyndir og þróun þeirra. Við höfum verið að vinna heilmikið að hönnun og skipulagi á ferðamannastöðum og á fleirustum-svæðum, þjóðgörðum, Þingvöllum, Snæfellsnesi og víðar. Og ég ætla að reyna að svara einmitt út frá þeirri reynslu spurningum Stefáns og Gísla að það að svæði sé á náttúruminjaskrá og jafnvel friða þýðir ekki að það sé ekki hægt að fara í einhverja innviða uppbyggingu. Það er oft nauðsynlegt. Það er byggðar heilu þjóðgarðsmiðstöðvarnar inn í þjóðgörðum og stígur og útsýnispallar og alls konar, en það er náttúrulega bara allt gert af mjög yfirlögðu ráði. Vel skoðað og ég lít svo á að núna er þetta verkefni í skipulagsferli og þá náttúrulega kemur til kasta löggóðana umsagnar aðeins eins og heitir Náttúruverndarstofnun, áður Umhverfisstofnun og fleiri aðila að tjá sig það allt saman. Við gerum fyrir að sveitarfélagi sé í góðu samstarfi við þær stofnanir en það er bara hluti af skipulagsferli. En einmitt þetta með þetta verkefni og verkefni sem Ólafur sýndi af Snæfellsnesi, Saxhól. Þetta er verkefni sem við unnum fyrir 10 árum og fólst í því að gera þennan tröppustíg úr stáli upp á Saxhól sem eru náttúrulega miklu minna hefur en það sem hér sýnt, þetta er miklu styttra á minni hæðmyndur. Það eru 40 metra hæð þar og 400 þrep. Það var kaflið þar sem fólk var hreinlega að einmitt byrja að búa til fleiri leiðir og það var að hrasa og brjóta sig og allavega vandræði kringum það. En það náttúrulega sýnir sig alltaf að það að gera vandaða og skýra og góða innviði, það stýrir umferðinni langbest. Vissulega gerum við alveg grein fyrir því og það var hluti af okkar verkefni hérna. Það var bara að skoða við nákvæmlega hversu raunhæft þetta var að gera þetta eins og þetta er lagt upp og við prófum þá að leggja þetta allt inn í þrívídda líkan og skoða bara halla á þess og það sýnir sig að auðvitað við vitum það að eystri leggurinn á hringnum er mjög brattur og einmitt eins og Ólafur lýsti því, ég myndi freka að labba þar niður heldur en upp, en að því það er innan við það er hægt að gera tröppur þannig að það er bara samfelld tröppuleið, en það er þó ekki brattara en það. En það er mörg fyrir og tekur í, það fara þetta ekki allir. Við lítum svo á að þetta, og ég held að vera bara mjög gott skref framöndan var að prófa að setja út þessa línu með einföldum hælum bara til þess að bæði að sjá hvernig hringurinn blasir við frá útsýnisstaðnum og hvernig hann leggst í landið. Sér bara svara skýrar og betur ef ykkur þykir ástæða til. Takk fyrir þetta Þráinn. Fleiri spurningar úr sal, gjörðu svo vel. Já, góðan dag. Ég heiti Vera Björk. Mig langar bara, ef þið hafið teikningar af, svo við sjáum afstöðuna hvar kúlan kemur miðað við fellið. Kannski hann hefur það verið sýnt margótt, ég hef það ekki séð hann. Og hvar maður fer úr kúlunni til að fara á stíginn til að komast í hringinn. Hérna er kúlan og þetta er náttúrulega nýja hraunið sem við erum að reyna ekki að fara yfir.
göngustíðan stoppar hérna akkurat áðan nýja hraunið byrjar. Það er hérna ennþá í sandið. Kannski maður betur að mynda það. Svo að mann þarf eiginlega, kúlan nálægt veginn. Já, það ekki vel. Ég skal kannski, ég geti skipt þetta svolítið vel, að samkvæmt deiliskipulagstillögunum eins og liggur fyrir, þá kúlan staðsett þar, eða þessi paviljón, og þetta alveg út við veginn. Þar reiknað með að vera gert lítið bílastæði og þar verði stutt leið upp á hól sem þar, hraunhól, og það sem horfir yfir allt nýja hraunið í áttina þessu hring, en síðan verði gönguleiðin eftir vegslóðanum sem langleiðina inn hérna að því það sem að hringur byrjar. En það ekki gert ráð fyrir að gera nýjan stíg yfir hraunið sjálft, yfir nýja hraunið, heldur notaður vegslóðin sem þar, hvað ég segja, Gustafið. Nei, já sko, þetta framar, en krossin náttúrulega hægra, hann inn í þessari mynd. Þegar ég bendi, já, aðeins nýra. En þetta hægt að kynna sér líka bara betur á deiliskipulagssköpunum eins og þau liggja fyrir. Já, takk fyrir þetta. Fleiri spurningar úr sal? Gjörðu svo vel, Margrét. Góðan daginn, ég Valbjörn bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ég beina spurningunni til Páls Magnússonar, forseta bæjarstjórnar, og hann varðar kostnaðinn við verkið. Ég hef ítrekað spurt þessara spurningar og ekki fengið svör við. Einu svöru sem ég hef fengið að kostnaður Vestmannaeyjabæjar, hluti Vestmannaeyjabæjar sé 50 milljónir, og við vitum bæði að það ekki rétt því það fyrir utan allar vinnu og allar framkvæmdir. Til að mynda segja þér áðan að það sé gert ráð fyrir deiliskipulagi, bílastæði og þess að sem að forseti bæjarstjórnar fagnaðist ekki við á síðustu bæjarstjórnarfundi þegar þetta var rætt. Þannig að það liggur alveg fyrir að kostnaðurinn mun meira 50 milljónir, og ég tel að við sem bæjarfulltrúar og við sem íbúar í Vestmannaeyjum erum fullreynt til að vita hvað þetta verk kostar, heildarkostnaður við verkið sé og allar framkvæmdir tengdu verkinu. Alveg sjálfsagt mál, og ég held ég væri reyndar margbúinn að fara yfir það á bæjarstjórnarfundum, en ég ætla að fara yfir það aftur og eftir, tekur mig bara 40 sekúndur, en eigum við að klára spurningarna sem lúta að listaverkinu og því, en við punktum þessa spurningum, Margrét, ég skal svara henni bara skilmerkilega hérna á eftir þegar við erum búin með listaverk. Hildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Hildur Sólveig, ég bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ég vil bara á þá þakka fyrir þessa góðkynningu og ætla að fá að aðeins að spurja nánar út í. Ég hef þessa sömu áhyggjur gagnvart þessum eystri göngustíg, eins og búið að tala hallann á honum. Hvort að þú getur þá kannski upplýst um það yrði að gera ráð fyrir að það yrði handrið við þennan göngustíg, og ef það slíkt yrði myndi það þá hafa áhrif á afstöðu eða útlit fjallsins. Ég persónulega fagna því að það sé verið að huga alveg óháð listaverkinu, ekki að það sé verið að beina og búa til göngustíga á þessu svæði til þess að draga úr umferð. Ég hef sjálf gengið upp á Saxhól og mér þótti einmitt þegar ég fór þangað að það takast vel til sú göngustígagerð. Þannig að ég fagna því, en ég, eins og ég segi, ég tek undir þessar áhyggjur gagnvart þessu bröttu göngustíg þarna í þessu óraskaða svæði þarna austan megin. Takk. Má ég prófa það? Yeah. I think it's a great question. I asked the same question. Má ég reyna að svara á íslensku? Nei, á ensku. So it's a great question because we are trying to diversify the accessibility to the route. So as many people, kids, elderly, and so on and so forth can do it. So it becomes a family experience, or it becomes not just for the backpackers. This is not for backpackers, you can say, because they have a special
economical tourist impact in Iceland, and now we are trying to do something else than the traditional German backpacker kind of tourism. Right? So, in a way, the stairs are mimicking nature, but in a safe way. So, the idea is to find this balance, and maybe, if it is too dangerous, there will be a handrail. I don't think a handrail will ruin the artwork, but it also has to be like not the same as being in Reykjavik, where there was a handrail. There would be a handrail, right? So we have to now kind of gera labba upp fjöll og þessi höf, sko, þetta ekki more steep than a normal steep staircase. Not a steep, but like within the law, right? He said. So this means that it's a good question, because we want as many people, because it's a shared experience. So maybe there will be a handrail. If people start falling, rolling down the mountain, then we put up a handrail. But you also have to see, this is about nature versus culture. And if it becomes too much culture, we lose out on nature, because it's, if the roots now, þessi göngustígar sem bara flettir út af hvernig fólk hefur farið, þeir alveg hrikalega sumir af sem að það var þess að vindurinn sem maður blæsmenn hefði niður, en það náttúrulega fyrir einhvern að hugsa að svona þetta var upp í fjöll. Við erum að reyna ekki að missa alveg það, en samt vera örugur. Svo myndi ég líka aðeins að segja frá annan mál sem ég hugsaði áðan, en svo kom það ekki upp spurning, þá er að segja það saman. Of course, there was, in 73, there was, it was very traumatic, and there was a lot of grief, right? And this is important too. So when we talk about what is the memory of something that was not pleasant, that was not nice, it was a very, very sad moment. And this fight was a fight of desperation. To understand this kind of thing of grief and the impact on the society is also why I made the comparison to a pilgrimage. It takes time to understand, oh my God, the city, seen from the fjöll, höfðu upp á Eldfjalli, það var náttúrulega séð maður bara bæ, maður náttúrulega séð alveg hraunið fara inn í húsin. Þetta alveg ótrúlegt. En þetta ekki auðvelt að, þú veist, þegar maður sér þetta á mynd, það er ekki hvað, það hraun að fara yfir húsin, hvað. But if you stand there, en þetta hérna saman, þetta skanlega líka, og kemur hérna inn, þetta er ekki gaman að koma hérna, þetta á ekki að vera gaman, að þetta var ekki auðvelt. Og svona er þetta stundur, að það þarf ekki alltaf að vera entertaining, right? En svona er, sko, mikilvægt memory is also about the hard work or the hardship of grief. Because nobody talks about where is grief anymore. It doesn't sell any tickets, And so that's it's a small detail. I just wanted to say, to acknowledge that evidently this is something, but it's like a feeling that is always there. And of course now we have more and more younger kids. So my kids, they said, why did the volcano go off so close to the city, my kids said. And I said, oh my God, this is so far away from nature as it can get. Why did they make the city so close to the volcano? So it's just so important to communicate to the younger people what actually went on. Now, this was a small detail. Takk kærlega fyrir þetta. Gjörðu svo vel, Arna. Gjörðu svo vel, þú útvíst fyrstur, svo ekki vera. Já, ég heiti Ágúst. Takk fyrir kynninguna. Mér langar að spyrja Ólaf. Þú ert búinn að sýna með frontinn þegar við horfum á fjallið. Það er glæsilegt og hughrifin eru mikið. Hvernig, sko, þegar ég sný við,
og ætla að labba út úr listaverkinu, hvað er ég að fara að horfa á? Mér finnst það svolítið vanta, verður þar bara bílastæðið og leiðið eða fæ ég einhverja tilfinningu fyrir að horfa til norður? Hefur eitthvað hugsað það? Já, altså vi var med eitt svona 360 mynd. Hérna, sjáum það nokkur einn, ekki alveg. Þannig að kúlan hvað er þetta? Hérna, það upp á hól. Þessi hérna litli, ég get ekki zoomað inn hérna. Þarna kúlan, hérna upp að labba niður og mann sér náttúrulega hérna niður, þetta ekki flakkarinn hérna? Hérna, þessi, ekki þessi, en þessi. Þetta svona útsýnið, það er náttúrulega, mann komin þá mikið frá veginn og bílastæð, svo reynt að finna svona meðal, það er alltaf svona balans, hvað mann á að gera þetta auðvelt fyrir fólk að komast að því. Svo fólk sem kannski innganguna gert þannig að það er engin tröppur. Það er svona arrival platform að fara inn eða úti. Það er ekki þanniglega mikið. Það er svolítið eins og strætisvagnastopp. Það er ekki mikið. Ef það vantar strætisvagnastopp, þá þekkir einn sem getur gert nokkuð. Sjá hérna. Svo mann er svona aðeins frá veginn, aðeins frá, og vonandi er þetta þannig að mann, veit það, svo er það frá fljótt hérna. Nei, veit það. Svo er náttúrulega, þanniglega er þetta vonandi aðal merkið heimi er náttúrulega þessi fjöllin hérna sem maður sér líka frá bátinn þegar maður kemur. Vona það, ég have not had an experience where I said, oh my god, this is really ugly. Anywhere here. But it's a good point. Bílastæð er ekki alveg fyrir framan. Já, það er smá hól. Já. Takk. Annika, þú byrjast. Það er bara að þakka fyrir þessa góðu kynningu. Finnst þetta ótrúlega fallegt og tilfinningaríkt listaverk og hlakka til að geta gengið stíginn og vonandi og kannski spyr ég bara hvenær gæti það orðið ef af þessu verður. Já, auðvitað verður af þessu og vonandi verður þetta, sko nú þori ég bara ekki að segja þetta vegna þess að við höfum verið með svona tímasetningar alveg í þessu ferli frá því að þetta ferli byrjaði 2021 reyndar, en vonandi kemur þetta upp á næsta ári. Fleiri spurningar? Elisabeth? Eða var ykkur undan? Gjörðu svo vel. Takk fyrir kynninguna, það lítur bara vel út. Verður einhver svona Ólafsplatt í hana, fólk sem klippur ríkinn getur skráð tíman sína. Það er keppni fyrir á besta Ólafstíman. Eitthvað var þetta nú þér líkt þessi spurning, ég veit ekki. I didn't understand it. Já. Oh, I see. Mér langar aðeins að segja hvernig við upplýðum. Yeah, absolutely. Okay. You take this. Gjörðu svo vel. Það búið að vera miklar útskýringar en engin upplifun á sorginni sem að gosin olli okkur hér. Ég algjörlega svo hissa á því
þessari umræðu að skapa listaverk til að minna á gosið. Það þarf ekki að minna Vestmanninga á gosið. Við munum það öll og meira sem við sorg í hjarta. Ég get alveg séð þetta listaverk sem hann Ólafur búinn að lýsa. Ég hef engan skilning á list. En ég get alveg séð að þetta getur verið fallist mín. En ég vil alveg eins vita að því upp á Ingólfsfjalli. Það þarf ekki að minna okkur á gosið. Við höfum þetta alltaf fyrir augunum og meiri segja með sorg í hjarta. Og það sem að hann var meistarinn að tala áðan að vá eitthvað. Ég verði bara döpur. Þetta ekki vá. Þetta bara hörmulegt. Ég myndi helst að öllu vilja fá Jarlík og Ísland sem var að búið til veg upp á land. Það nóg það. Ertu með einhverja spurningu? Já, bara hverjum dattist í hug í upphafi. Já, ég skal koma að upphafi sögunar hérna á eftir. Já. Vegna þess að það snýr í rauninni ekki að listamannum, það snýr að okkur hér í Vestmannum. Já. Þannig að ég skal svara því á eftir. Kristín? But can I just say something? Okay. Yeah, I just want to say, no, I say it. I really appreciate you saying that. I thank you so much. And you are making perfectly sense. You're not saying anything wrong, and you're being totally honest, and this is great. I have a different view, but I really feel what you're saying. Yeah, þetta svo, ég skal reyna að setja á íslensku, en þá mér finnst það, sko, ég lærði íslensk þangað til ég var 12 ára. Það svolítið erfitt að segja allt með 12 ára gamalt máli. Það sem ég var að reyna að segja er að það mér mjög mikilvægt hvað þú að segja, og ég hefur heyrt það líka áður, og við munum, held ég, alls ekki vilja gleyma hvað þú segir núna, alls ekki. Og ég vil eiginlega bara segja að ég heyrir hvað það segir. Ég heyrir það virkilega. Og ég skil það ekki alveg, en að því ég var ekki hérna. En ég að reyna að læra hvað þú að segja. Og reyna að læra hvað sorg, grief. Og besta sem ég komst með var að það tekur tíma. Þannig var tíma slowness, hægur, og vera að hæga sér, to slow down. Í staðan fyrir að vera í stóra rútabíl, frá mínu hálf. Það var þegar ég var ungur var backpackers. Núna þetta rútubílar, stoppar, allir út, þeir veitir inn í rútubíl frá. Og núna að reyna að koma einhver meira tilfinningarækt inn í þessu sögum. Og þess vegna hlustar ég á það sem þú segir og finnst það mikilvægt. Ég skil það mjög vel. Og ég þakka fyrir. Takk. Kristín. Já, Kristín heiti ég og safnstjóri hér í þessu húsi. Ég náttúrulega hitti fólk hér búin að gera það síðustu 10 ára þar sem allur tilfinningaskalinn fer fram. Bæði frá því að sjá náttúrulega, og við báðum ekki gosum, skulum byrja á því. Bara alls ekki, en það eru tilfinningar úr öllum áttum sem maður fær hér frá fólki, bæði sem að upplifðu gosið og aðeins sem eru forvitnir gosið. Og ég í hópi þeirra sem sé ótrúlega tækifæri í því að við höfum þetta svæði, við flytjum þetta í burtu nýja hraunið, eldfelli og bara byggjum Östurbæinn upp á nýtt. Það verður aldrei gert, það virkar ekki, það bara ekkert svoleiðis. En ég held að þessu fleiri sem sjáu bara gríðari tækifæri í þessu eins og þetta og við megum heldur aldrei þó þetta hafi verið sorg fyrir marga, þá vorum við ótrúlega heppin. Og þegar maður hugsa bara hvernig heimurinn í dag að þá erum við margir alveg vel staddir en við vorum í gosinu. Þannig að maður verður bara alveg líka að sjá það mikið. En það sem við langar svo bara að fá svona frá ykkur, að það sko ég sé tækifæri fyrir náttúrulífi í Vestmannum. Ég er bara að horfa á það
hér í kringum með þessi síðustu áratugi, sko þetta út og suður, varðandi gönguleið þarna, svo hún farin, troðningur þarna, enda ruslið þarna, erum við ekki að fá mjög stórt svona náttúruverndar tækifæri í gegnum þetta verk og það var svolítið gaman að fá til að bara kynna aðeins fyrir ykkur hvernig það ætlið að sko bara koma loksins einhverju heildar mynda og hvernig við ætlum að umgangast akkur þessa náttúru. Takk. Takk fyrir þetta. Þráinn, viltu kannski byrja því að bregðast við þessu aðeins? Já, ég kannski gera með því að segja það sem ég gleymdi að segja á það. Það var það þegar við erum að tala þegar við vorum að skoða hvernig hægt að teikna upp þennan hring og þessa leið með hvaða efnum og með hvaða hætti og við svona bara vörpum fram nokkur kostum eins og maður gerir og svo aðferð sem við notum og höfum notað í þessu verkefni sem við nefndum áðan að við lítum á, sko við erum að leysa þetta án nokkura jarðfestingar. Þetta í raun og við svona hljómar kannski vænir eða romantískt en við lítum svolítið svona eins og við séum að leggja keðju eða hálsmenn á fjallið sem að liggur í eigin þyngd á fjallinu. Þannig var nálgunin til dæmis á Saxó. Það eru bara hliðar í þessum þrepum sem eru stál hliðar og þrepin eru festar á milli þannig að raski sem að á sér stað við framkvæmdina fyrst og fremst í framkvæmdina þá þarf bara að byrja neðan frá að vinna sig upp og svo ég náttúrulega eftir að hanna alls konar útfærslur í þessu en hugsunin svo að það mögulega hægt að gera einhverjar stuttar einingar alltaf 3 metra langar og svo bara byggjum maður þetta upp frá einum enn til annars en án nokkura jarðfestingar. Og þá kemur þetta aftur að afturkræfninni að það þá á sama hátt hægt að fjarlægja þetta ef að framtíðin kemst að því að þetta ekki heima hana sem ég ekki trú á ef þetta fer á annar borðið. Já, eru fleiri gjörðu svo vel? Ég þakka fyrir góða kynningu. Það eitt sem ég að velta fyrir mér. Þetta svona tengt plakkaranum. Hafið ekki reiknað með að það verði gengið niður af plakkaranum þegar maður kemur ofan á fjallinu, þannig að það er stór plakkarans. Þú var eitthvað við Ólafur? Já, ég var líka að hugsa það svolítið. Svona fram og tilbaka. Það ekki öfur hugmynd. Ég hafði sama hugmynda. En ég var að eiginlega setja gosið sjálf. Þetta var kannski fyrsta spurningina sem við vorum með líka. Af hverju flakkarinn svo mikið hluta á þessu? Þegar maður kemur inn í báð og maður sér hvað það er þrautar þar á milli, þegar maður alveg auðvitað fyrir venjuleg fólk að sjá hvað er flakkarinn, hvað er hýtt og svona. Við vorum lengi niður í höfnina, ég fram og tilbaka lappandi niður, svo kom bátur sem var brauð og kom vatnið upp á mér og að því að ég hélt mútið fyrst vera þar, það sér allir svona. Svo fór ég upp í hrauninu, svo fór ég aftur niður, upp og fram og tilbaka og var þarna gekk hérna svo fór ég upp á fjallið saman. Svona alltaf svo frábært að klifra upp fjall, alveg glæsilegt að standa þetta upp á og sjá hraunin, hérna nýja hraun, gamalt hraun, aftur nýtt hraun og yfir næsta eyja og útsýna hvað það mikið. Þá sagði ég endilega hafa það. Svo var svolítið langt niður í flakkarinn. Og svo hugsaði ég að þetta kannski stórt og dýrt líka. Það var alltaf leið niður í flakkarinn. Kannski þetta meira hvað fór frá fjallið heldur en nákvæmlega hvað þetta var sem fór frá fjallið. Það er meira það sem flakkarinn var
sem náttúrulega þýddi að það gosið fór að renna niður, hraunin fór að renna niður í bæ. Svo ég ákvað bara það, listræn ákvaðun, að láta flakkarinn vera svona með hugmynd og hafa skoðuna og svo bara náttúrulega passa þetta akkurat. Daginn sem þetta byrjar var sólinn akkurat þar, akkurat í fjöllið, og svo fann ég punkturinn þar sem sólinn var, ég stendur hérna þar, sólinn akkurat þarna, þá passa þetta akkurat með þessi dag og svo setja lok góðsins hérna og einhvern veginn passa þetta allt saman. Það er fullt af möguleikum, en getur gert meira. Þetta er kannski gerum bara, hvað er það, síkur, næsta hluta á, það skulle setja sig á nei, en samt. Og það var, þetta er náttúrulega skemmtilegs prósess fyrir mér að fá að gera þetta, ég er mjög takksamur fyrir það. Þá var ég orðið kannski geological, og mikið sem jarðfræði, máli. Það eftir það og svo þess fór ég til túrista. Hvernig getur maður tekið fólk hérna, hvernig getur maður sagt þessi sögu, þessi eyja hérna? Og hvað þýðir það fyrir fólk sem þið að bjóða gestir hérna á eyjuna, þetta er ykkar eyja. Hvað er hérna hospitality? Hvernig getur maður sagt saga að það er ekki neitt auðvöld saga að segja eins og við hefði? En ég er svo skoðan að svitsa yfir ennska aftur. If you have a past injury, þið skilur ennska hvað? If you have a past injury, there are different ways of dealing with it. An injury in the past can be an open wound or it can be a scar. You can probably never completely heal it, right? It's not going to go away, but you can turn it from an open wound that hurts, a trauma, into a scar that you live with. And you can make peace with that scar. And as it is, you know, a life is a combination of, you know, successes and scars. And hopefully not too many open wounds. But for some people, as I'm completely sure, it is very difficult to turn an open wound into a scar. It takes a lot of work, and it's uncomfortable, it hurts. And that is an interesting story, especially as everyone talks about championships. The fastest, the highest, the winner. It's always about the winner. It's never about the struggle. But it's not true. Sometimes it is about the struggle, but you know what I mean. So, and the struggle is to turn injuries into scars, right? To live with the past as it was, but not have the wounds open. So I think this is the story, and of course, how does one now tell it? Other than, that's what I say, slowing down, and gradually I think people, they will be walking, and then they go, oh my God, this is big. And half an hour, I think, is a nice little, you know, it's not Netflix. It's kind of like a different offering. As you can hear, I can talk. I'm working as I talk. I'm working right now thinking about it. So I'm very grateful for your questions. Thanks. Kæra þakki fyrir þetta. Ég held að við eigum að taka, nú, fylgbarsmenn inn á mælendurskrána. Þóra Gústafsdóttir, gjör svo vel. Góðan kvöldið. Ég er ekki bæjarfulltrúi. Oft langaði að vera það þegar umdeilt mál hafi verið í bæjarstjórn. En það hefur ekki farið á milli mála að þetta hefur verið mjög umdeilt á milli bæjarfélaga. Meira að segja var safnað undirskriftum. Og ég held að hafi skaðað þetta mál töluvert mikið hvað mikið dulúðiði. Þessi kynning er fín, en hún er kannski þurft að koma löngu fyrir. Og bara í þessum sagði Elisabeth, ég var 27 ára þegar gaus, ég verði 8 núna í haust og við erum bara að týna tölunir sem voru ekki að lifandi þegar gaus. Og það er bara allt annað skoðan hjá mörgum unga fólkinu sem uppleið ekki kosið og vil sjá kannski eitthvað gert. Og ég ætla að taka undir það sem Kristi sagði með göngustígi. Við vitum alveg hvernig þetta hefur verið til að fara og víta upp fjallið, þannig ég bara fagna þess og ég þakka fyrir góða kynningu.
Ætli þetta verði ekki síðasti nema einhver mótmæli harðlega. Já, sælu við. Já, gjörðu svo. Ég er fyrirverandi bæjarfulltrúi og sáttur við það. En ég vil þakka fyrir þessa kynningu sem að ég er mjög hrifinn af og þessi hugmynd hreint frábær. Og þessi stígagerð, hún leggst vel í mig. Það er verið að búa til stíga hér fjöllin, Vesturfjöllin. Það er stígi upp úr Herjólfsdal og yfir á Bekkjarna. Nema það hefur ekki verið gerður stígur ennþá inn á Heimagjá. Það kannski kemur. Og þangað hefur enginn kvartað yfir því að það væri ekki stígur. Það einhver bandspolti og það hægt að ganga. Og það farið, já, Vestmanningar að fara með smábörn. En það sem ég hef bara eða skoðun á í þessu, mig langar að vita hvernig menn ætla að kynna þetta þegar þetta verður komið í verk sem ég vona að verður. Því að þessi hugmynd að velta þessu fyrir sér, hvernig gosið var, birta, það oft verið talað mjög sérstakar birtu hérna og okkar ágæti fyrirverandi þingmaður Árni Jónsson, hann talaði um það að birtan hérna væri sérstök og það má nota það í þessu samhengi. Stígagerðin, hún leggst vel í mig því að ef að þetta tekst vel til, þá held ég að þetta verði bara bænum til sóma og ég skora á ykkur að koma þessu í framkvæmd. Takk fyrir þetta. Já, og daginn Kristmann þetta ég var einu sinni bæjarfundur á Vonaldsvíðan. Margir fyrirverandi bæjarfundur. En Ólafur meinti að við verðum að gera þetta mikið fyrir gestin okkar. Flestir af gestunum koma hérna klukkan 10 á morgni og farnir klukkan 7. Og það reiknar með hálftíma að labba þessa göngustíga. Þannig að við verðum að tengja kúluna og stígana við það að sé hægt að keyra fólki þetta. Þú labbar ekki 20 metri viðbót, hálftíma upp, þú hefur ekki tíma til þess. Og rúturnar sem í Sætsín í dag, þær stoppa hérna í hlíðum Eldfellis og það fara ekkert allir upp. Af því að þeir hafa ekki tíma eða getur til. En ég veit að þetta eftir að vekja mikla athygli, en það þarf að búa bílastæði á báðum stöðum. Þetta útisamfélag, við erum með túrisma og þá bara eftir aukast. Við sem búum hérna, við getum notið þess að kannski að fara í góðan göngutúr og skoða kúrnaðina og göngustíðin á góðum degi. En þú sem túristi kemur bara í dag, þá skiptir veðri máli og tími sem þú hefur. Og mér finnst þetta svolítið andri hvernig þið ætla að leggja stíginn, en það þarf endilega til tengja þessi tvö listari saman. Ég segi tvö af því að ég held að ef þetta verði ekki tengt saman, þá voru annarkvöld kúlan eða stígurinn út undan. Þú hefur ekki tími bæði. Takk fyrir. Yeah, þetta góð comment. Ég ætla að taka með mér. Við ætla líka, það örugglega sumir sem fyrir bara að upp á Eldfjöll og það nú bíl við veginn, vestri veginn í fjöllum, nei, vestur meginn. Það smá bílastæði núna og við á eftir að ræða hvernig, sko það, ég býst við að fólk fyrir aftur niður í bíl, keyrir síðan að Eldfjöll eins og ég þekkir utan og liggur þar, en það ennþá eftir að lýsa, erum við búin að ræða fleira síðan. Sko, ég alveg samanlega, hugmyndin náttúrulega mest fólk fyrir á bæði hlutina, þegar mann sér það sem mann upplifar og mann upplifar það sem mann sér. Og það gott að heyra hvað það segir. Það sko hugsa það betur að komast að því að láta þetta ekki vera voða erfitt. Svo náttúrulega líka hugmyndin að labba á stíganum eitt og labba að stíganum eitthvað annað. Það svona eitt listaverka labb. Hitt bara labbra. Takk kærlega fyrir þetta. Þá held ég að við lokum. Gjörðu svo vel. Drífa. Já, takk. Kannski bara framhaldi að afturkrefnina á göngustígnum, þráinn.
er hægt að fjarlægja hann án þess að eftir sitji varanlegt sár í fjallinu? Þá loksins kom þessi spurning frá Gjörsvöld. Já, eins og við erum að tala þetta, þá auðvitað verður rask við það að taka svona mannvirkju sem að fer upp þetta háa hlíð meðan á því stendur, en sporið sem að skilja eftir sig kannski ekki nema tæplega 2 metra breitt þá, ef að stígurinn kannski 1,5 metra breitt, og það allavega eins og ég hef gert það að leikanum minni og líka bara til fróðlegs að fletta í gegnum kortasjá bæjarins þar sem að getur skoða loftmyndir mörgar aftur í tíman og séð hvernig slóðar hafa myndast og hverfa aftur og það heldur sé bara gjall sem að fjúka til í hlíðinu og þannig læknar tíminn sárin líka. En ég held að með markvissi aðgerð, að taka svona mannvirki í burtu, það myndi kannski mögulega gerast bara með þyrlu til dæmis, skori ykkur bita og bara flogið niður á flatlendi, en þá held ég að það væri bara að raka til sárið sem er eftir og þá svo læknar tíminn þau sár, held ég mjög hratt eins og gjallir fíkur til í hlíðunum. Takk fyrir þetta og þá ætla ég að lokum að svara spurningunni hennar Margrétars varðandi kostnaðinn við þetta. Það liggur fyrir að saga þessa máls, hún nær aftur til september 2021 eða maður rétt, þegar bæjarstjóri og forsætisráðherra undirrituðu viljayfirlýsingu kaup á listaverki í tilefni þess að 50 ár væru liðin frá kosningu. Í júní árið eftir, það er að segja 2022, þá flutti forsætisráðherra þingsályktunartillögu á Alþingi þessa gjöf. Þetta var samþykkt samhljóða á Alþingi og síðan liggur fyrir að þá haustið þá er ákveðið í bæjarstjórn með öllum greiddum atkvæðum að leggja til 50 milljónir króna inn í verkið og upphaflega skuldbindingin sem fólst í viljayfirlýsingu forsætisráðherra og þingsályktunartillögunni voru aðrar 50 milljónir. Gróf kostnaðaráætlun, ég segi gróf vegna þess að þetta lítur stundum að því hvaða gengi er á evrunni á hverjum tíma, þá losar heildarverkið í áætlun 200 milljónir króna. Hvaða þeir langt fram úr þessari 200 milljónir króna viðmiðun liggur ekki fyrir, verða það kannski á endanum 220, en það sem liggur fyrir fastákveðið er skuldbinding bæjarins upp á 50 milljónir, þegar orðin skuldbinding ríkisstjórnarinnar og Alþingis upp á aðrar 50 milljónir, það dekkar allt verkið fram að göngustígnum. Göngustígurinn og framkvæmdirnar við hann eru áætlaðar aðrar 100 milljónir. Reyndar gæti það losa þetta, eins og ég sagði, verða 120, liggur ekki alveg fyrir. Það er ekki gert ráð fyrir neinum viðbótarkostnaði umfram þessar 50 sem bæjarstjórnin hefur þegar samþykkt og raunar gert á annan tug samþykkta varðandi þetta mál og ca. 30 mánaða tímabili með öllum greiddum atkvæðum, í bæjarstjórn, bæjarráði, umhverfis- og skipulagsráði og alls staðar. Það sem gæti, af því að Margrét minntist sérstaklega á bílastæði, þá er það rétt að bílastæðið, eins og kom fram hér í lýsinguna áðan, það gerst ráð fyrir litlu bílastæði þar sem þegar komið er að kúlunni, það myndi væntanlega leggjast aukalega á það sem bærin gerir og ég veit bara ekki hvað lítið bílastæði kostar í dag. En það verður ekki mikið. Í þann kostnað hefðum við þurft að leggja hvort sem við værum að fara í þetta listaverkið ekki. Það verður að vera bílastæði við upphaf þessa göngustígs. Og á endanum hefðum við líka þurft, bærin á eigin spýtur ef ekki hefði komið til þessa samstarfs við ríkið og í kringum þetta listaverk, að leggja sjálf þennan göngustíg. Því að eins og hann er í dag með öllum þessum útúrdúrum, þá er hann bæði hættulegur og eiginlega ekki forsvaranlegt að hafa hann eins og hann er. Þannig að það hefði rekið af því að bærin hefði þurft að leggja í þann kostnað líka. En kostnaður bæjarbúa af þessu eru þessar fyrrgreindar 50 milljónir pluss einhver viðbót sem gæti falist í þessu bílastæði sem að tala um hérna á. Og ég bara sagt að segja veit ekki hvað kostar, en það er ekki stórar upphæðir. Þá held ég við erum komin fram yfir þann tíma sem við ætluðum hérna fund. Ég þakka ykkur öllum hér kærlega fyrir að fjölmenna og sýna þessu verki sem ég sjálfur hlakkar mikið til að sjá verða að veruleika. Þakka ykkur öllum fyrir að koma hérna og listamanninum, Ólafi og Fránni, kæra þakk.